Góðan daginn, Eyjólfur Árni heiti ég og með mér hér eru Lilja Dögg Alfreðsdóttir, menntamálaráðherra og Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands. Verið velkomin. Takk hérlega. Takk fyrir. Og við erum hér til að ræða sígilt málefni sem að alltaf þarf að halda við, en það er samstarf atvinnulífs og háskóla og ég er nú búinn að tengjast hvoru tveggja í talsvert langa tíma, þannig að það er nú alltaf gott að horfa tilbaka til þess að meta hvernig hlutirnir hafa gengið fyrir sig og reyna svo að horfa fram á veginn til þess að áætla eða giska á hvernig við sjáum hlutina þróast. Og ég þekki í gegnum mín fyrir störf hversu mikilvægt er að halda vel á einmitt þessu þætti bæði í menntakerfinu og atvinnulífinu og það skilur okkur í senn betri starfskröftum og betri menntara fólki og betri einstaklingum út í atvinnulífið, en samaskapi að þá þroskar það áfram atvinnulífið sjálft og háskólanámið. Og við ætlum að ræða þetta hérna á næstu svona 10-15 mínútum svona þessa þætti og hvernig við horfum fram á veginn. Og mér langar kannski að byrja ykkur að segja mér frá. Þegar maður horfir, ég get hort sko 30 ára til tíman, reynslu, hvernig þetta hefur þróast, þetta samstarf milli háskóla og atvinnulífs. Við þurfum nú ekki alveg að fara svo langt, en segjum bara 20-30 ára. Ef við byrjum að horfa á það, hvernig það hefur breyst og þróast, og hvernig við sjáum það eiginlega fara fram á veginn til næstu ára ef við horfum nú til 2040-2050. Það væri gaman að heyra frá ykkur hvernig þið sjáu þá mynd. Lilja Dögg, svo. Já, takk fyrir og kærar þakkir fyrir að bjóða okkur hingað og ræða þetta mikilvæga mál vegna þess að samspil atvinnulífsins og háskólastigsins og bara það er svo mikilvægt upp á sko báða aðila. Þegar við vinnum að því eins og við erum að fjalla hér starfsþjálfun, að þegar nemendur geta eiga svona greiðan aðgang að því að komast inn í fyrirtækin og fyrirtækin taka á móti nemendum, þá ávinningurinn hann er að mínum mati ótvíræður og ég tel að bæði í dag og svo næstu árum, og þetta er stór þáttur í nýrri menntastefnu, það er að auka þetta samstarf og samspil atvinnulífsins, háskólans og líka til að mynda varðandi iðn og verknám, vegna þess að við finnum það að eins og Íslendingar eru og íslenskir nemendur, þeir eru vanir að vinna oft með námi og sumir hafa gagnrýnt það, en það er líka mjög margt gott sem getur komið út úr því, vegna þess að þá nemandinn, hann er svona mjög meðvitaður þær kröfur sem eru gerðar og nær svolítið svona að ákveða sig þegar hann er að taka þessi markvissu skref, en að setja þetta, formgera þetta eins og við erum að gera, er mjög mikilvægt. Jón Atli. Já, ég tek bara undir allt sem Lilja segir og ég vil líka segja að og þú lítur á söguna, sko, þetta samstarf atvinnulífs og háskóla hefur verið talsvert, það er ekki hægt að neita því, og ef maður horfir svona tilbaka nokkur ára aftur í tíma, þá hefur verið starfsþjálfun í gangi í ákveðnum greinum, stundum hefur það verið tekið út, en það breytir því ekki að atvinnulífið og háskólinn verða að vinna saman. Við erum hérna á Íslandi, við erum ekkert mjög mörg, við erum, eins og við höfum sagt í stefnu Háskóla Íslands, við viljum vera alþjóðlega viðurkenndur háskóli í fremstu röð, en þannig skilum við sem mestu til íslensks samfélags og það er lykilatriðið. Við erum hérna á Íslandi fjármögnuð, Háskóli Íslands af skattfé og við viljum láta gott af okkur leiða og þetta er eitthvað sem ég legg mikla áherslu á og ég, svona þegar ég horfði tilbaka núna, ég er búinn að vera rektor núna, þetta er mitt 7. ár. Fyrsta viðtali sem var tekið við mig, það var með fyrirsögninni strax eftir bara embættistöku, háskólinn er ekki fílabeinsturn. Það er bara lykilatriði, finnst mér. Og með þessu sem við erum að tala hérna núna, að efla þetta samstarf með starfsþjálfun, þá eins og Lilja segir, við erum að bjóða nemendum tækifæri sem ég finnst náttúrulega vera aðalatriði vegna þess að nemendurnir eru framtíðin og að auka tækifæri þeirra
það hjálpar okkur, það hjálpar atvinnulífinu, það bara hjálpar samfélaginu og síðan náttúrulega þetta langtíma samspil atvinnulífsins og háskóla, það eitthvað sem við þurfum að treysta og byggja enn á og ég sé ekki bara annað en tækifæri og háskólinn til dæmis mjög vel alþjóðlega tengdur, það koma straumar þar í gegn, atvinnulífi líka tengt og við með því að bara leggja saman eiginlega kraftana þá náum við mjög miklum árangri og úr því að þú talar framtíðina, mér finnst skilyrðislaust að við eigum að stefna á enn frekara samstarf í framtíðinni. Ég get tekið undir þetta svo að tala út frá eigin reynslu af því að ég hef stýrt stóru fyrirtæki þar sem var verið að undirbúa náttúrulega framhaldið og framtíðina og það svo auðvelt að gera mistök í þessu líka. Þess vegna held ég svo mikilvægt að skipuleggja vel hvernig það er gert og formgera og mesta hættan nemendunum, fólkinu sem kemur inn í fyrirtækin að ég gera mikið í einu og þú verður að klára því þegar þú tekur á móti þínum framtíða starfsmönnum eða annara, þú veist ekki svo sem hvar fólk endar, þá er svo mikilvægt að þú hafir þann tíma og fólk hafa þann tíma sem þarf að gefa inn í fyrirtækjunum. Þess vegna held ég að formgera svona samstarf og gera það betur svo mikilvægt fyrir alla aðila. Og ég hef gert mín mistök í þessu, lærði líka af því og það er líka gott en vandinn sá að mistökin því að það er aðilinn sem þetta ekkert maður bitna á verður fyrir mistökunum. Þess vegna þetta svo mikilvægt. Svo vildi þetta sé líka bara svo mikill hvati að þegar þú veist að það í boði ákveðin starfsþjálfun hjá ákveðnum fyrirtækjum og þú veist að þú getur mögulega komist þar að í svona sem tengist þínu áhugasviði og þið langar að starfa þar í framtíðinni. Þetta er svo mikill hvati að vita af svona samkomulagi og að þú komist í starfsþjálfun hjá þínu draumafyrirtæki og þú ert kannski búin að hugsa þetta í mjög langan tíma og við þekkjum það margir sem eru mjög skipulagðir og eru búin að ætla í ákveðin nám mögulega til þess að komast að hjá viðkomandi fyrirtæki því að viðkomandi aðili hefur áhuga á þessu og ég þekki það vel frá því að ég var í námi í Bandaríkjunum að þú þurftir að klára starfsþjálfun hjá fyrirtæki eða stofnun í því fagi. Ég var í alþjóðahagfræði í Columbia háskóla í New York og þú gast ekki útskrifast nema að þú væri búin að koma einhverju slíku af stað en það var líka formgert gagnvart viðkomandi stofnun og ég fór og var hjá EFTA á sínu tíma í Brussel þannig að það varst að tengja saman New York og Brussel og ég var að sérhæfa mig í viðskiptasamningum og þannig að það var alveg frábært að það var svo mikil hvatning frá skólunum og það að við þurftum á þess að halda til þess að geta klára meistaragráðuna. Akkurat. Og þetta var líka bara í innanlands í verkfræðinni í gamla daga, þá var starfsþjálfun og ég fór til Noregs, var hjá NEB í Oslo í raforku geiranum, ég þurfti að vinna í smiðju hér og vinna hjá Símanum og þetta bara mjög mikil reynsla og þetta algjörlega vanmetið og líka það að bara að bjóða nemendum tækifæri núna í þessu samstarfi að það sé búið að formgera það svona þannig að það sé ekki bara einstaklingsbundið, það er svona einhver stærri rammi, það hjálpar líka vegna þess að við vitum að fyrir fyrirtæki að taka á móti nemendum í starfsþjálfun, það er líka ákveðin skuldbinding vegna þess að það er starfsfólk sem þarf að fylgjast með og ef vel gengur þá er þetta náttúrulega gríðarlega sterkt tækifæri fyrir nemendurna. Þeir geta mögulega fengið starf í framhaldinu eða í það mest að fá þetta á ferilskrána sína og þar fram til göttunum. Svo ég held að þetta er bara eitthvað sem við verðum að halda áfram með og svo getur líka nefnt frá hinni liðinni. Frakkar til dæmis eru mjög mikið með svona starfsþjálfun eða internship og þegar ég var virkur kennari þá fekk ég oft svona beiðnir og ég sagði alltaf já vegna þess að það koma nýju straumar líka með nemendunum og bara þeir koma úr ákveðinu umhverfi, þeir eru vanir því að vinna, þeir vita nokkurn veginn, þetta eru bara 2 mánaða verkefni eða 4 mánaða verkefni eða eitthvað svoleiðis og þeir vilja ná árangri
á þessum tíma. Svo þetta hjálpaði mér þannig sko, sem leiðbeinanda til þess að þróa mína rannsóknir. Það var mjög margar góðar niðurstöður sem kom út úr þessu. Svo að ég meina þetta eru miklir möguleikar sem felast í svona samstarfi. Ég er alveg sammála því og svo maður tala út frá eigin reynslu, þá fór ég nú gegnum iðnnám fyrst. Það sem var náttúrulega skyldan að fara í starfsþjálfun, það var bara partur af því, lærði húsasmíði og svo fer ég í tæknifræðina og fer í starfsþjálfun fram til því og svo í verkfræðina og alltaf fer maður í starfsþjálfun og það er ómetanlegt að koma inn í fyrirtækja sem viljinn til þess að leiðbeina þér og það skiptir svo miklu máli frá aðilum sem eru reyndum einstaklingum sem er búin að fara í gegnum þetta, svo ég tala út á fyrirtækjasjónarmiðinu. Og sem stjórnandi í fyrirtækið þá upplifði maður það mjög oft hvað einmitt nákvæmlega sem hún nefndir áðan að koma nýjir straumar, hugmyndir og þekking og annað inn í fyrirtækið með viðkomandi einstakling og það er nefnilega verðmæti sem ég held að sé oft vanmetið í þessu. Þetta er ekki að taka á móti einstaklingum í starfsþjálfun, það má aldrei horfa á þetta sem eitthvað kostnað. Þú ert að fjárfesta í framtíðinni og þetta er verðmæti fyrir þig. Já, þetta er mjög mikilvægt og ég þekki það einmitt þegar ég var í Seðlabankanum, þá tókum við alltaf inn sumarstarfsfólk og kom úr hinum á þessum háskólum og ekki endilega bara á Íslandi heldur líka Frakklandi og Bandaríkjunum og það var einmitt ávinningur og var akkurat þessi og þetta er svo gott fyrir okkur að fá að kynnast nýjum stefnum og straumum og ég hef lagt áherslu á þetta líka í mennta- og menningarmálaráðuneytinu að fá inn sumarfólk einmitt til þess að líka að huga að framtíðinni og framtíðar starfsfólki og það er svo mikill ávinningur í því fyrir nemendur og sérstaklega líka kannski að vera á nokkrum stöðum og eitt af því sem við erum að gera núna því að við höfum farið í mikla vinnu að efla allt sem tengist iðnnáminu og verknáminu að við erum núna að breyta vinnustaðanáminu þannig að þetta er meira, ef það tekst ekki að komast á samning að þá sér skólinn það með nemandanum. Áður var það alfarið á ábyrgð nemandans en nú er það að breytast með nýrri reglugerð til þess að festa þetta aðeins betur og huga að þessum framtíðar starfskröftum. Akkurat. Það fyrir nú að líða hér að lokum, viltu bæta við? Já, mér langaði bara að nefna hérna 2 atriði. Eitt af því sem við höfum í tengslum við þetta verður unnið með einstökum deildum og það er bara mjög spennandi vegna þess að háskólinn er svo breiður og nemendum í deildunum verður þá boðið sérstaklega upp á þessa leið. Við erum með tengslatorg sem er þá einhvers konar atvinnumiðlun og við bjóðum atvinnulífinu að auglýsa þar líka sem tækifæri fyrir nemendur sem er spennandi og svo vil ég nefna bara varðandi stefnu Háskóla Íslands og því ég var að tala um fílabeinsturn eður ei sem ég finnst bara ótvírætt. Við erum að vinna með samfélaginu, það bara er þannig og við erum núna með vísindagarðana okkar, við erum að þróa þá og það eru þarna fyrirtæki, Decode kom fyrst og bara koma þangað inn. Þetta er bara frábært fyrirtæki og svo mikil starfsemi í gangi og sjá allt þetta unga fólk sem er að þróa hugmyndir og vinna verkefnum þar og bara gengur mjög vel. Síðan erum við komið með Alvotech þarna inn á svæðið sem er bara mjög vaxandi fyrirtæki og er að stækka og við höldum áfram að þróa þessa vísindagarða hugmynd. CCP er að koma inn á svæðið og sprotasetur og þess að þar og þarna eru alveg gríðarlega mikil tækifæri og ástæða þess að þessi fyrirtæki eru líka að koma til háskólans er bara þessi tilfærsla þarna, nemendurnir eru þarna og náttúrulega fræðin. En það er líka, þetta gengur út á það að háskólinn svo breiður, þverfræðilega samstarfið, það eru miklu kostir í því. Svo ég vil bara segja hérna lokum, þetta er bara gríðarlega spennandi og ég vona að þetta sé bara byrjunin. Við skrifum undir viljayfirlýsingu 2018 og við bara höldum áfram ótrauð, en bara kæra takkir. Takk sem við leiðis. Það er gott að heyra þetta. Ég held nú að þróunin er í öllu okkar umhverfi er bara svo hröð að það er enn meiri þörf í dag en nokkur sinni áður að efla þetta samstarf háskóla og atvinnulífs. Takk fyrir kærlega og takk fyrir komuna kærlega. Takk. Takk sem leiðis.